Góðan daginn, áhorfendur góðir og velkomin til leiks hér á síðasta heimaleik Vestra á Ólífsvellinum á Ísafirði. Við erum að spila á móti Þrótti Vogum. Við ætlum að fara aðeins yfir byrjunarliðin. Við byrjum á gestunum í Þróttu. Það er í markinu stendur Aron Elís Árnason. Það eru leikmenn Marko Blajovic, Shane Haley, Brynjar Kristmundsson fyrirliði, Ragnar Þór Gunnarsson, Kían Viðarsson, Sverrir Bartolossi, Antonio Jose Esposito Mossi, Jordan Chase Tyler, Guðmundur Martin Hannesson og Örn Rúnar Magnússon. Þá er að lið heimamanna í markinu stendur Daði Freyr Arnarsson. Það eru leikmenn Daniel Osafo Batu, Soran Plasonek, Þórður Gunnar Hafþórsson, Hamed Laval, Mattias Króknus Jóhansson, Pétur Bjarnason, fyrirliðinn Elmar Atli Garðarsson, James Mack, Sergio Modufal og Andrew James Pugh. Dómarar í dag dómarar Helgi Ólafsson og aðstoðardómari Helgi Sigursson og Elvar Smári Arnarsson. Góðan daginn þið sem eru að koma að skjánum líka að horfa með okkur hér á Ólífsvellinum í dag. Hér er að fara að stað síðasti heimaleikur Vestra og við erum að spila á móti Þrótti Vogum. Geysilega mikilvægur leikur fyrir Vestramenn, aðeins minna mikilvægur fyrir Þróttara. Vestramenn eru í bullandi baráttu að komast upp í innkastdeildina. Eru þær í baráttu við afturheldingu, aðalega afturheldingu Gróttu. Þetta er Völsungur aðeins að spila með í þessu ennþá. Það er ekkert nema sigur sem gildir fyrir Vestra ef þeir vilja ná þessu sæti í innkastdeildinni. Og Ísafirði er ágætis veður, hægur andvari en svona aðeins fara að hausta í hitastig. Það sé ekki svona 6 gráður, 6-7 gráður. En ekkert að því að spila fótbolta, fínar aðstæður. Völlurinn er góður og leikurinn fer bara rétt að hefjast. Það er heilumferð í dag í annar deildinni og við leyfum okkur að fylgjast með hérna í útsendingunni hvernig aðrir leikir standa. Það er þannig að síðustu 2 umferðirnar eru spilar heilar leikir á sama tíma, heilar umferðir á sama tíma. Og þá er náttúrulega vert að fylgjast með það er bæði hörku toppbaráttu og einnig hörku fallbaráttu. Þessi deild er búin að vera geysi skemmtilega og spennandi í allt sumar. Og verður það bara alveg þá til að það verður flautað af á næstu helgi. Klukkan ætli sé ekki 4 umferðirnar séu klukkan 2 þá. Staðan á áhorfendastúkunni núna það er bara þokkalegasta mæting með að það er aðeins fara að kólna. Fólk er bara komið með teppi og kósí heitt. Hér er verið að grilla hamborgara og að gefa hamborgara og pilsur og það er bara fín stemning. Þá er leikurinn hafinn. Vestramenn eru með svona sitt sama skipulag 4-3-3 system sem að Aval og Matti er komin aftur í byrjunarliði. Hann var veikur í síðasta leik og þá standa þeir pliktinn í vörninni Andi Pugh og Elmar Atli sem er búin að gera. Pétur er komin upp á topp aftur, hann var í 10 síðast og falli upp á topp og svo svissuðu þeir svona einhvern veginn en Þórður Gunnar heldur sæti sínu og James Mack er þá aðeins aftur. James Mack var í landsliðsverkefnum síðast að spila í Konakav keppninni. Er þar fyrirliði amerísku American Virgin eða British, man ekki alveg hvort það er einhverjar Virgin Islands sem hann var að spila með. Þeir töpuðu aftur á móti leiknum, en það er önnur saga. Þannig að James Mack er komin svona frekar aðeins aftar á miðjuna á Þórður fyrir fram og Þórður átti skínandi fína leik síðast, var hættilegur og þá Batu er núna komin inn þá sem svona hvað við kalla varnarsinnaður miðjumaður í staðinn fyrir Haffa sem að byrja að vísu á hægri bakverði í síðasta leik, færði þessi svo yfir á miðjuna og Soran er þannig inn á miðjunni eins og hann hefur verið og þá fall Pétur og Þórður frammi. Ég þekki lítið til þess að liðs Þróttar Vogum en þeir hafa verið á mikill uppsögn undanfarin ár, farið upp deildir úr 4., 3. og svo upp í aðra og standa sig bara vel í þessari deild. Voru nú byrjuðu tímabili geysi vel og voru efstir eftir nokkrar umferðir.
Það var svo aðeins gefið eftir þegar líða tekur sumarið. Fall með innkast. Það er Laval tekur að Ahmed Pétur tekur bolta niður. Pétur átti frábæra leik síðast. Ahmed Þórður, Pétur. Þetta er vel gert hjá Pétri fyrir bændamörkum. Leikur á laus sending, Þórður nær honum samt. Það gerir Þórður. Batu kemur í langa sending og nær ekki yfir á Makk. Þórður spila vel tilbaka, vel gert Þórður, kemur hann og Elmar og tilbaka. Þeir eru sólið farin að skína, þannig að það er bara yfir enga kvarta. Þróttur Vogum á innkast. Vestri spila síðasta leiki sinn á móti Kára á Akranesi. Það er alltaf erfitt að fara þangað Kára, menn það ekki mörgum stigum á heimavelli. En það fer náttúrulega svolítið eftir í hvernig umferðin fer í dag, hversu mikilvægur sá leikur verður. Hann geti skipt öllu máli, hann geti skipt engum máli, sko. Fall, reynir helsending og komast hann í manninum, það er mistekst. Það er ágætlega að spila á Þrótturum en Hamad kemst inn í boltan. Pétur, pínu þröngt en Pétur gerir vel úr aðstæðinu. Þetta á Vestri. Svo rann, boltinn fer alveg tilbaka. Daða. Þeir koma frekar hátt upp á völlin Þrótturinn. Daði verður að setja hann langan. Þórður ánum kannski ekki mikið breyk hann í skallaboltan, vill frekar spila hann niðri sem hann getur nýtt hraðan á tæknina. James Mack gefur tilbaka á Elmar. Vestramenn reyna að setja eitthvað skipulega í leiksvinn. Taka boltan niður. Mattias, þetta er vel gert hjá Soran leikur hann. Kemur fending fyrir. Þar er enginn á nær. Svolítið vantar svona nær fjær hlaup hjá sendurum. Pétur er nú vísu svolítið einn. Þetta er svolítið öðruvísi að það væri 4-4-2 system kannski þar sem að þessi gömlu góður hlaup hægri vinstri eða nær og fjær eiga við. Þannig vinnur Batu Matti boltan. James Mack ekki neitt þarna. Þórður vinnur hann. Soran. Langur bolti á Prú. Fall nær þess ekki. Aðeins og langur. Leikurinn fer svona þokkalega bara stað. Liðin að þreifa fyrir sér. Enginn færi svo sem. Þróttarar í sínum appelsínugulu búlum. Þetta er þeirra aðalbúningur og aðallitur. Þeir eru ásamt Fylki í þessum orange búningum á Íslandi. Þetta hefði getað verið hættulegt en Mattias kemur sér vel inn í þetta. Kemur löngsending. Hvað gerir Pétur? Hann tekur boltan vel niður, sendir hann fyrir. Þar er enginn svolítið einn þarna. Gaman að Þórður og Fall getur fært sér aðeins meira upp með Pétri. Sérstaklega við ætlum að vera að dæla þessu eitthvað fram á Pétur boltan. Þannig að Þróttarar koma ykkur í spil í að leita upp vinstri kantinn. Vestri lokað. Slök sending hana. Fall kemst sér ekki stað. Soran. Þetta er eins og ég segi, þetta er svolítið þröngt og svo enginn frammi þegar boltinn kemur hár. Andi, Þórður. Þetta er bara einhvers konar bortennisleikur þetta núna. Boltinn nelt fram og tilbaka. Ekki mikill fótbolti.
Þróttar að taka boltan niður. Stutt sending. Batu reynir fyrir hann, Fall nær boltanum. Nú kannski tími til að breyka. James Mack, Fall kemur á ferðinni. Já, tekur hann á. Kemur boltanum ekki fyrir. Hann spila sig í ágæðinu vandræði þarna, Batu. Og við missum boltan út af Þróttar að vega boltan. Svona vantar eitthvað svona, já ég veit ekki, kannski eins og gömul plata mest alltaf vantar svona eitthvað smá flæði í þessum leikjum svona til að byrja með. Kemur Soran með gott hlaup. Þetta er hendi. Það gefur hún sennilega ekki spjald þó að það sé hún sennilega í reglubókinu en Stalgjör og frá að spjalda svo sem fyrir þetta en maður gera þetta aftur kannski. Tekur boltan hann að viljandi með hendi. Dregur hann til sín. En nú er James Mack aftur til að taka spyrnunar. Hann var ekki burt í síðasta leik. Hann ætlar að taka þessa bara með vinstri og hann sé rétt vettur. Ég vilja að hann myndi snúa hann inn hins veginn sko. Taka hann inn á fjær með hægri en já. Tekið þegar Viktor Júliusson er ekki á skýrslu í dag. Spurning hvort að hann sé meiddur. Heyrðu, Fall. Það er bara markspyrna. Á bekknum hjá okkur munum er Brenton Mohamed. Varamarkmaður. Hann var líka að keppa í landsliðskeppninu Konakaf daginn. Friðrik Þór Hjaltason, Hafþór Atli Agnarsson, Daniel Gabeja, Daniel Agnar Ásgeirsson, Hjalti Hermann Gíslason og Guðmundur Arnar Svavarsson. Þannig að það er allavega nóg af varamunum. Það er sennilega bara full skipa hjá okkur í dag fyrir utan Viktor. Það er enginn í banni og það er nú jákvæmt á þessum tíma. Það er bara tværur fyrir restir. Oft hafa menn á að safna sér upp gulu spjöldum þessum tíma. Við höfum verið að með leikbunni. Þetta er skipt sem að þokkalega jafnt, menn að vera að taka þetta einn og einn. Ekki að margir samanleik Þórður. Hann er stíginn út þarna. Það var góð barda hann á Batum. Og þessi bolti er út af. Og Vestri á innkast. Mattías, spurning hvort að þetta verðist nú að vera stutt. Hann hefur stundu verið að taka. Jú, nei, nú hoppar Andi Pjúin í turnin. Þetta kom mér langt hérna núna. Mér finnst nú Andi frekar aftarlega. Ég veit á að hann ætlar ekki að mæta þessi. Jú, kemur Andi. Nei, hann er of seinni í þetta sko. Soran, við missum boltan út af. Það er orðið fullt hérna í stúkunni bara. Góð stemning. En 11 mínútur tæpar búnar leiknum og staðan 0-0. Það er kannski verðt að kíkja á hvernig staðan er í öðrum leikjum. Það er 0-0 öllum leikjum. Það er víst ekki komið neitt inn hérna Fjarðabyggð Grótta. Nú er bara 3-3 allt í einu hérna. Þróttarar. Glæsilega gert hjá Hamed. Þetta var frábært. Þeir eru allt í einu bara dottir hérna 3-3. Nú kemur löngsending. Þórður er komin í gegn. Þórður. Pétur fylgja. Þarna hefði Þórður getað lagt hann fyrir. Herðu hann allavega, þetta var markspyrnu. Þetta var náttúrulega, hann varði boltan. Þetta var hotspyrnu en Pétur er ekki ánægður með Þórður þarna. Ég veit ekki hvort að Pétur var rangstæður þarna en Þórður er kannski metið þannig en
Gott færi sem Þórður komst í og sett hann rétt fram hjá. Varði boltan. Þetta var Pétur í betra færi en svona bara vega með þetta. Skorar ekki nema að skjóta og ekki ætla ég að gagnrýna það allavega Þórður að skotið hann. En það má segja að þessi komið eitt döðafæri í leikinn og kom með glæsileg sendingu frá Hamed sem hafi bjargað okkur svona vel í vörðinu á undan. Daði á þennan bolta, grípur hann örugglega. Daði, hann alltaf ekkert að flýta sér en langur bolti, fall skallar þetta vel gert hjá fall. Soran. Það kynna boltan niður og spilja á honum. Það rólega bara. Fall í baráttunni, vinnur boltan. Vel gert hjá honum. Sendur hann tilbaka, Matta. Mattias góð sending, Batu Aleit, fall. Þetta er flott svona, láta svo ganga. James Mack. Einn svona og hægist svo á þessu. Hamed með boltan. Það er engin, þetta er vantar hreyfingu. Þeir eru fljótir að pressa fram Þróttarar og við erum ekki nógu hreyfanlegir til þess að ná að spila þetta út með miðvörðunum okkar. Við verðum að hjálpa þeim en vinnur boltan. Þórður, Soran konar ferðina. Hvað gerir Soran? Þarna var misskilningur. Skoran og Mack. Þannig hljóp Soran eiginlega bara til hans. Það er svo sendan, þetta þarf eiginlega að koma fyrir eða bara ekki, sko. Þórður. Það vilja fá vitlaust innkast, ég held að það sé bara vitleysa. Þetta er brot. Og Þróttarar eiga aukaspyrnu. Hamed braut hann klaufalega á sér. And take it off. You have to let it go. Let it go here. Hey, hello. Here. Hér er þjálfari Þrótta að kenna hvernig á að taka innkast. Það hefði kannski verið betri tími til þess á æfingum en menn eru alltaf að læra. Kemur hérna sending fyrir aukaspyrnu Þróttarar. Þarna leit voru bara heppnir. Boltinn er ennþá inn á. Þórður er komin hérna 1 á 2. Farðu bara Þórður. Láttu bara vaða á hann. Þarna já. Hann tekur sannlega boltan. Erfitt að sjá þetta þessari tíma. Ég held þetta hafi nú verið rétt. Þórður vinnur boltan áfram. Hann er inn á boltinn. Þórður er bara fullu núna sending. Hann sá ekki fall hérna. Kannski auðvitað að sjá þetta hérna úr stúkunni, sko. Þeir eru alveg vitlausir hérna á bekknum hjá Vestra, vilja fá vítaspyrnu á þetta. Ég veit ekki hvort við getum. Menn verða bara að kíkja á YouTube á jakkinn og sjá. Það er auðvitað að sjá þetta svona. Við erum alltaf ekki með endursýningu á þessu. Þessi virka fljótur hann að hljótti en ekki svona fljótur kannski. Það er bara áfram, hér þetta gegn. Þórður er búinn að vega hérna góða spretti. Það er innkast. Það er komin 2 mörk í annardeildina. Það eru bæði á sama velli, staðan er 1-1 og Víði og Kára. Þar skora menn á 12. og 13. mínútu. Káramenn komast yfir en Víðismenn voru ekki lengi að jafna þann leik. Það er líf hérna á vellinum.
Vestramenn í aukaspyrnu og broti á Soran. Þetta út á kanti. Og James Mack ætlar að skrúa þetta inn með vinstri. Og sjá hann bara aðeins. Senda svona þéttingsfastar inn á fjær. Nei, þetta Ahmed vinnur hennar bolta, sendur hann fyrst á James Mack. Hann fær enga aðstoð. Og hann kemur Soran. Þórður hann gott, já Þórður gott hlaup. Það reyndar að leika hann á hann, mista á honum. Soran. Daniel Batu. Þessi bolt ekki nógu góður, hann fyrir útspark. Það svona fljótt að luti Vestramenn töluvert sterkari aðal í leiknum. En Þróttarar skeinættir með fljótan mann hérna frammi. Og öll færi í leiksins Vestra, eða öll. Og þessi færi sem hafa komið hafa dottið Vestramenn. Soran skallar þetta. Ahmed vinnur boltan vel. Þetta boltir á milli, Vestramenn eiga innkastið. Kemur langur bolti. Pétur tekur hann niður, brotið á honum. Við höldum boltanum. Matti, Pétur fljótur á fætur. Þessi sending á Matti sennilega ætluð. Ég veit ekki hvort það Þórður að fall, hann hitti akkurat á milli þeirra. Langur bolti, væntanlega, hann ekki að flýta sér. Og þarna að tala saman. Nú finnst mér Vestramenn vera konir kannski full aftarlega. Þróttarar ekkert eitthvað æstir í að sækja mikið á þá. Vestramenn vinna þetta. Batu. Hann upp í hornið á Pétur. Pétur getur tekið á ráshérna hann núna. Hann reynir að fara utan á. Þessi boltan kemur. Pétur á bara að nota hraðan. Þarf hann bara inn með hann. Hann með innkast. Kemur langur bolti, Soran tekur við vel við honum, kemur fyrir. Þetta hornspyrna. Þetta var góð sendingi og Soran neldi hann bara þarna inn. Pétur var þarna í boltanum, aðeins seinni. En það var að horn, sé ekki bara fyrsta hornspyrnan í dag, ég er ekki frá því. James Mack. Kemur hárbolti. Pétur dettur hann í teiknum og fær greinilega högg á mjöðmina. Þróttarar eru fámennir. Vestramenn fljótið tilbaka. James Mack kemst inn í þetta, Þórður vinnur boltan. Vel gert. Þetta er Andy Pjú. Daniel Batu verður sem bolta. Sendi ykkur Pétur. Pétur, aðeins og lausarninn á fall. Það var ágætis hugsun hann á bak við þetta. Fallvinni boltan, við hefum hann á bolta, Vestri. Nei, Vestri átti hann á bolta en það deilum ekki við dómarann. Soran. Matti, vel gert hjá Mattías. Leikur hann að það er ekki mikla hjálp í James Mack. Hvar er hægri kanturinn núna? Skal lopa hann hægra menn, engin maður.
Andi tæpur hérna. Leikur á hann. Pétur tekur boltan niður, vel gert og sendir inn. Já, James Mackon á ferðina. Markmaðurinn kemur út úr markinu. Hann hann. Það var vel gert til Pétri. Tekur boltan bara niður. Vestramenn aðeins herra, hérna að pressa herra. Þetta einhver eldfljótur naggur hérna með 23 það. Þess að Hamed verður núna, hann nú ekki hægur. Jordan Chase Tyler. Þessir örugglega ættar úr amerísku frjálsíþróttadeild. Herru, James Mackon ekki boltanum, Þórður. Fall, en ekki að detta fyrir Vestramenn núna. Ragnar kemur hann í gegn, það aukaspyrnu. Hamed sennilega dæmdur brotlegur. Þeir eru ekki að fjölmenn allavega eins og þeir ætla að gefa hann inn í. Þeir vilja greina spil úr þessu. Stutt. Þetta er ágætlega spilað Þróttur. Erfiður bolti þarna, Soran tekur hann. Pétur tekur hann, eittur sér falla Ragnar. Svo Þórður. Ákveðin á boltan hann Þórður. Það er skott. Jæja. Þeir eru hættulegir. Antonio Jose Esposito Mossi með skotið. Daði, útspark. Langabolti. Vestramenn eiga þennan bolta. Fall, Pétur. Reyndar hann við hornið, Þórður eltir þennan bolta. Stuttur bolti, Fall fær hann í sig út af. Það er bara beint í andlitið. og 5 mínútur tæpar liðnar á leiknum. Fall brýtur á sér. Skilur þetta Vestramenn þurfi ekki, kannski ekki fyrri hálfleik, seinni hálfleik ef þetta helst. Ekki skora og þurfa sennilega að færa sig hærra á vellinn. Batu kemur hann að hörku, svo alltaf brýtur á sér. Þá bara 2 mörk komin í aðra deildina, það er 1-1 hjá Víði og Kára. Það eru vissi ekki með en úrslit frá Fjarðabyggð Gróttu. Þróttar með boltan. Þetta er bara leikaraskapur. Daði með boltan. Fall með boltan. Hann voru að kera á þetta. Það verður ykkur að vilja fá boltan. Þórður. Soran. Sér vel með boltan Soran. Og Fall. Vel gert hjá Fall, leikur hérna 2 og sendir hann. Aðeins svo langur hérna fyrir Þórður. Þórður hefur verið komin í ákjósalegt færi, hefði hann boltinn ratað hann alveg. Það var vel gert hjá Fall. Hamed með innkast. Þeir eru svona bara alltaf næstum að komast í dauðafæri, Vestramenn. Alltaf þessi síðasta sending. Þetta er Soran. Langur bolti, Andi Pjú er með þennan.
Sendir að Daða. Það kemur góða bolta á Makk. Vel gert, vel spila úr þessu. Batu, Soran aleitan að vera að tala betur saman með alla miðjuna. Og 7,5 mínúta, múinn. Soran fellur við, allt í lagi, Andi með hennar bolta. Og með fall. Ná ekki að leysa þetta almennilega. Soran langar bolta, Þórður verður undir í skallaboltanum, tekur á boltanum. Vel gert, Þórður snýr hérna á inn á fall. Fall er komin í gegn. Farðu nú upp á markinu. Pétur, hvar ertu? Nelda þessu inn í. Aðeins og seinna aðeins og það er hotspilna. Nei, herru, hann dæmir markspilnu. Það er svona, þeir eru alltaf að sleppa inn fyrir en það er þessi, klára þessi færi, það er, ég vilja bara sjá, skjóta fyrir eða bara senda fyrir þannig að Pétur var að vísu aðeins á eftir. Útspark, vel úti, þetta er Soran. Þetta er sennilega rétt, Soran brýtur af sér. Þeir spila bara rólega úr sér trottarar, þeir eru ekkert að flýta sér. Þróttur vann alveg ótrúlega jú, á móti Aftureldingu. Síðustu umferð Afturelding var á toppnum þá og Þróttarar gerðu sér lítið fyrir að fóru í Mosfellsbæinn og tóku þar bara 3 stig. Þannig að Vestramenn geta haft það bak við eyrað að það þýðir ekkert að slaka á móti þessu liði. Vestramenn eiga innkast. Nánast út úr hotfána. Kemur langur bolti frá Mattiasi. Andi nær ekki til hans. Soran, beint skot. Ég held að dómarinn hafi ekki séð þetta, hvort það fór í hendina eða eitthvað, þeir vilja fá hendi. Erfitt að sjá þetta fyrir dómarann. Fast skot og kannski frekar aðstoðardómarar sem hefði getað séð þetta. Nú kemur aftur langt innkast. Andi í baráttunni nær að fliknaði og James Mack reynir skot. Fellur ekki fyrir hann. Andi, Matti, kemur boltan inn í. Þórður setur boltan yfir. Útspark. Þetta er pressan er aukast. Þetta hlýtur að fara þetta. Ég hef enga trú öðrum en ég ná með markið hérna í fyrra hálfleik. 15 mínútur eftir fyrra hálfleik. Og ég held að vera 1-0 þá. Í hálfleik. Útspark. Fall í Soran er hann sem ætlar hann fall, farðu, vel kert í fall, kemur á ferðinni, eldfljótur, sendur hann inn á Þórð, hvað gerir Þórður? Missir aðeins frá sér, James Mack, Pétur, vel gert, fall inn í, Pétur, Pétur með skot, ekkert svo sem hann í stöðun heldur að skjóta hann, fall var að vísu inn í hann, en hann verður sendur að láta bara vaða þessu færi.
Þetta er að koma. Samuel ertu bara rólegur hann úti. Þetta er alveg að detta. Spark, Soran er að éta alla þessa bolta inn í útborgunum. Svona hægt og rólega aukast pressa eftir að manna. Andipjú, langa bolta, Pétur. Með að flikka þessu Daniel Batu Elmar Atli gefur bolta Soran vel gert honum Batu vel gert Ahmed úti Fall þeir eru að fá meira og meira tíma Þórður með skotið það var framhjá þeir eru að fá aðeins meiri tíma núna á miðjunni. Þeir eru að fara að ná að snúa sér. Þeir eru að ná þessum sendingum, þessum hreyfingum. Pétur tekur boltan niður, sendir hann út á kantinn. Nei, hann nær þess ekki. Þórður nær að vinna boltan hérna. Sendir á Pétur. Pétur. Pétur alltaf er að setja hann í fyrsta hana. Chippa hann í fjæðurhorni. Ég hef bara verið að sjá hann taka snertingu og bara láta vaða á marki. Höttur er komið yfir á móti Völsunga útivelli. Það yrðu stór úrslit fyrir hattamenn sem eru í bullandi fallbaráttu. Og myndi fara svo langt. Ég segi hann ekki að tryggja þá en hattamenn með ekki við að tapa mörgum stigum. Afturhelding eru konur yfir á móti Leikni Fáskrúðsvík á heimavelli. Það er einn af þessum stóru leikjum. Afturhelding í toppbaráttunni. Leikni Fáskrúðsvík í botnbaráttu. Þannig að Leiknismenn þurfa nauðsynlega á stigum að halda. Þeir missa Hött yfir sig. Eða fram úr sér með þessum úrslitum. Pétur og Soran Batu svo lausend ekki Batu hana 10 mínútur eftir að fyrir áleik staða 0-0 fyrir það sem voru að koma skjánum Elmar Atli Ahmed missir boltan missir hann Andi á hann Pétur ítt á baki á Pétur hana vill ekki dæma á það þessum einstaklingi sem tekur yngastinn hefur ekki gengið nógu vel að taka lögleg yngastinn en hefur svo sem ekki fengið dæmt á sig. Það var þriðja skiptið. Þetta er eitthvað svona það kemur kannski á annar íþrótt eða eitthvað farlega á boltan. Það missir boltan út af 1 á móti 2 hérna. Það er svo mikilvægt þegar menn eru búin að draga sig fleiri en 1 mann að reyna að losa boltan. Og hlýtur eitthvað að vera opið annar staðar. Vel gert. James Max skilur sér tilbaka að vinna boltan. Soran aleinn á miðjunni.
Það reyna að koma sér í skot, löngu færi. James, Daniel Batu tilbaka, Elmar alltaf. Nú pressa vestramenn orðin töluverð. Elmar, Andi. Nei, með lélega sendingu, stutta sendingu. Þetta lélega hættulegt. Úff. Hann bjargaði sér hérna fyrir horn, Andi. En Þróttarar hún kann í sókn, þeir hafa ekki mikið verið að sækja. Vestramenn eru með að loka. Batu vinnur boltan vel, leikur vei. Hann tók hann boltan og er hlaðið Soran kemst fyrir það. Batu keyra svo. Hann kom í 3 hérna, 4. Þetta er brot, þetta er gult spjald. 22-21. Antonio José Esposito Mossi. Það ætti væntum að hann verði bara lítið ábyrgð í þessum leik. Þetta er svo langt nafn, verður þetta að segja það. Nei, dómarinn, jú, hann spjaldar hann. Ræðir aðeins við hann. Fer aðeins yfir málið með honum. Andi ætlar að taka þetta. Nú kemur þetta, dettur þetta fyrir okkur. Langboltinn, já, svo undarlegur bolti. Andi var ekki ánægður með þetta, það er ekkert skrítið. Það var bara lélegt. Kemur langabolti. Halló. Falur. Sora vinnur boltan, duglegur hann Sora. Fall. Hamid kemur með honum, þetta er arfaslög sending af Fall. Hamid kominn í ólappið hana og flýi ferð á hann. Kemur lélega sendingina á miðjuna. Allt í lagi Matti vinnur boltan. Varður bara Mattias. Fljótur Mattias. Komur upp á endamörkum. Hvað er með boltan fyrir? Já, nú kemur hann. Þórður, rættar niður. Það kemur Þórður, þetta er velgert af Mattias. Góð barátta, Þórður missir boltan og langt frá sér fyrir útspark. Tíminn að detta í 40 mínútur, 5 mínútur eftir leiknum. Það fyrri hálfleik þar segja, ekki leiknum. Þetta er bara, þetta er leikin alltaf að Pétur tekur boltan niður, brotið á honum. Eitthvað spilna. Elmar býður eftir að taka eftir flauti eða... Nei, nú kemur þetta. James Mack. Boltan út af, það er ekki nógu gott. Matti. Þróttar er eitthvað að gera sér líklega, en Hamid vinnur þetta. Ef ykkur getur komið á með ykkur skilabóðum hvernig staðan er frá Fjarðabyggð Gróttu, þá er það vel þegið. Það er ekkert það á úrslit.net.
Þróttarar aðeins framar á vellinu núna. Soran. Pétur, þetta er vel gert. Fall, farðu nú bara Fall. Já, þetta er glæsið, nú eru konur. Fall á ferðina. Missi boltan aðeins svo langt frá sér. Klaufalega gert, Fall. Verðum að gera betur þegar við náum að breyka svona á. Soran sterkur í dag, Soran eins og undanförnum leikjum. Við erum mjög góður. Já, heilt yfir í sumar bara. Einn af betri mönnum viðsins, Matthías. Sterk tæklingarna dómarinn. Ekki á því að þetta hafi verið brot. Erfitt að sjá það hérna á vellinum, en aðstoðardómarinn stóð alveg í þessu, þannig að traustum honum til þess að taka réttar ákvarðanir. Matthías, hann er eldfljótur Matthías. Þetta er fljótur mega þennan bolta. Stillum upp í langt innkast, Andi er kominn en tekur að stutt, Soran úti. Þetta sem lélega sendingun, ég hefði nú viljað fá hann kannski út á Matthías aftur. Það er enginn Hamad aðleitt þetta með vellinum. Þróttar að setja bara tilbaka, kemur langubolti. Pétur tekur hann, nær að reyna að taka hann niður, nær ekki. Flikkar Soran, Daniel Batú með skot. Þessi er til markmannsins. Ekkert að gerast. Þannig stoppar dómarinn leikinn sem er einhvers konar höfuhögg eða eitthvað hjá Þróttaramanni. Þeir ætla að redda því núna með Nú ætlum við að fara í dómarakast. Það er ekki mikið eftir. 20 sekúndur eftir að vinna leikinu fyrir áleik. Ég setur allavega 1 eða 2 mínútur. Herru, nú er komin hættileg hérna, Þróttarar sendingu. Daði hlýtur að eiga þennan. Great ball. Good job, Jordan. Koma svo, ég var búinn að lofa marki hérna í fyrra áleik á Vestra. Ég trúi ekki þeir ætla að svíkja mig það. Nú veit ég ekki af hverju dómarinn að stoppa leikinn. Sennilega er einhverju pústrar þarna. Það er oft þannig að menn eru að fara af stað, að hlaupa af stað, þeir reka saman. Þetta fyrir að vera annað dómarakast. Elmar. Þá er fluttir hálfleiks. Staðan 0-0 eins og flestum öðrum leikjum í annar deildinni. Komum tilbaka þegar leikur byrjar aftur. Takk.
Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again. We got millions of reasons to
flight, been counting days to get away, to see you again, been fighting ways to get away, to see you again. Ekki ráðundur. Og seinni hálfleikur að byrja hér á Ólafsvellinum á Ísafirði. Það er leikur Vestra og Þróttar Vogum, staðan er 0-0. Vestramenn ívið sterkari í fyrri hálfleik. Áttu þau færi sem að komu í þeim hálfleik. Þróttarar frekar rólegir, kannski svona eðlilega rólegir með hvernig staðan er í deildinni og ekki að mikla keppa eða tapa svo sem, en þetta vilja menn ekki tapa fótboltaleikjum. Þá er ég loksins komið með úrslit stöðu í leik Fjarðar með Gróttu. Grótta er þar yfir 1-0 í hálfleik, sem eru náttúrulega ekki staklega góða fréttir fyrir vestramenn. En Vestri verður þá allavega að vinna leikinn í dag til þess að halda, já, kannski jafntefli dugar eitthvað áfram, en langur öruggast er að vinna og halda pressu á Gróttumunum. Ja, nei, ég er nú bara, því þeir verða náttúrulega bara að vinna ef að hinn er vinna, sko. Það munar 3 stigum í dag á Vestra og Gróttu og Vestra Aftureldingu með þessi úrslit. Og Vestri með slökustu markatöluna eins og er, þannig að það er bara dú og dæ. Og ég hef enga trú að öðru með hvernig leikurinn þróast. Við náum að setja mark. Fall
Það er innkast, Hamed tekur það aftur. Soran. Kemur hálótt á bolti, Pétur fyrir býta vinnur boltan. Daniel Batu. Hamed tekur fyrir á ferðina, vel gert já, Hamed brotið á honum, aukaspyrna. Við erum búin að fá, ég veit það ekki, 4, 5 aukaspyrnur á þessum stað fyrir hálfleik, það hefur ekkert komið út í því. Svo var hann allar að taka þessa. Ég get ekki séð að það var nokkuð breytingar gerðar á hvoru liðinu í hálfleik. Hér eru bara Vestramenn búin að hrúa mönnum inn á teig. Soran gerir sig kláran. Fastu bolti og nærstöng gerir það fyrir. Það stendur Andy Pugh. Það kemur niðri. Veit ekki með þessi bolta svona niðri og þessum. En það er svona Vestramenn fá allavega hotspinn úr þessu. Soran. Hörru, boltinn. Nei, Vestramenn á að losa þetta. James Mack eldir, Alit hana, kemur boltan út. Elmar Atli, nú eru þeir konir í ákjósanlega stöðu hérna. Þróttaramenn, þeir eru bara konir inn, Elmar þú verður að mæta þessu. Maður utan á hann, sendingin í, þetta er bara, hvað er að gera eftir þetta? Það er þeir halda boltanum. Við erum fljótið tilbaka, Vestramenn, Andi skallar þetta frá. Boltinn út á hægri kant. Mattias! Þróttaramenn boltan, Soran pressar. Vel gert til Soran. Þróttaramenn halda boltanum ágætlega hérna núna. Konum með hann yfir á hægri skiptunum hérna á milli. Sending fyrir Soran. Batu skallar frá. Við þurfum að taka hana boltan yfir, vinna hana bolta Vestri. Já, klöfulega gert í Þróttaramenn þeir missa boltan. Innkast. Þess ekki. Daniel Batu, ruddaleg, kannski ekki ruddaleg. Harkaleg tækling, hann vill halda hérna fram að fara í boltan. Það er, ég held að ég hefði nú dæmt á þetta en það er hann að segja. Þróttur fyrir að halda boltanum. Hamed vinnur boltan, dómarinn í Þróttur heldur boltanum. Hægri kantinn, þeir eru búin að vera sending fyrir hotspyrna. Það er Þróttar að byrja seinna hálfleikinn mun betri en þeir endu fyrra hálfleikinn. Tilbúin að halda boltanum betur heldur en það eiga hérna hotspyrnu. Það er Þórður. Langar bolti fram, færa Vestramenn sem væntanlega upp. Langur bolti yfir á vinstri. James Mack vinnur hennar bolta. Daniel Batu. Það var Soran. Soran fer með hann í átt að vítategnum. Sendra Pétur kominn í gegn. Þórður! Af hverju erum við ekki klár? Jæja. Það var svolítið innarlega þessi sending. Veit ekki hvort að boltinn Pétur af alla að koma honum yfir á Batu eða Þórð. En við þurfum alltaf ekki að spila boltanum inn í marki, við þurfum að ná skoti á marki.
James Pugh. Run, run! On the run! Alveg! Þróttarar eru með bolta meira núna í byrjun. Samt að vinna Fall boltan vel, keyra svo á þetta. Fall er komin á ferðina. Það er erfitt að ráða við hann þegar hann er komin hérna. Fer inn á við, út, Soran, skúf! James, hvað gerir James? Hann er rólegur, tekur skotið vinstri. Þetta er ekki að falla. Þeir ná alltaf að komast fyrir skotin. Fall gerði þetta ágætlega þarna, Soran. Kemur Fall með boltan. Ahmed, Batu, Þróttur á innkast. Vestram er búinn að færa sig aðeins upp. Þurfum að vinna boltan ofar. Andi, Fall, Þórður, hvað gerir Þórður? Sendir hjá Pétur kom leið í gegn, Pétur! Þórður! Já! Þórður, glæsilega gert. Þórður kemur boltan sendir hann inn á Pétur. Pétur er að snúa, þetta verja frá sér en Þórður eins og alvöru sendir, komin í frákastið og setur hann, leggur hann í opið markið. Svona átt að vera. Það er svo mikilvægt að fylgja eftir skotum. 1-0. Þetta er nákvæmlega það sem við þurftum í þennan leik og fyrir Vestra. Baráttan heldur áfram. Það var nauðsynlegt þar sem bæði Afturelding og Grótta eru yfir. Það þurfa Þróttaramenn að færa sig ofar og getur nú opnast eitthvað en þurfum að halda áfram að verjast. Ennþá 1-0 í þeim leikjum hinum. Höttur er ennþá 1-0 og 1 hjá Víði og Kára. Andi Pugh neglir þessum bolta fram. Kemur langa bolti í Þróttum. Daði út í markinu. Já, tekur þetta örugglega. Daði boltan. Langur bolti. Þessi bolti er á leið í innkast. Mattias tekur það. Stuttan á Soran. Vel. Andi, það var ekki nógu góð sending. Ahmed. Fall boltan. Gerir þetta vel. Þórður. Vel spilað. Kemur langur eftir. Góð hugsun í þessu en sendingin slök. Nú er Batu þannig að pressa sem fremstur maður hérna. Já, ég er eiginlega sammála Þróttaramönnum hérna. Þetta er svona... Já, tæp aukaspyrna myndi ég halda. En það var vel fiska hjá Ahmed, átti ekki bara ekki hennan bolta en Andi Pugh með aukaspyrnu settir háan boltinn á teig. Pétur. Nei, þessi bolti siglir í spark. Daniel Agnar
Hjalti Hermann konir í uppbytun á vesti. Að fara að hlaupa. Kemur útspark og það beint út af. Mattias langar bolta á Pétur nikkar honum á Þórð, vel gert. Það gerir Þórður. Þetta er ágætlega að spila hjá Vestra. Þórður, það munar ekki mikla nær að koma sér allir gegn Soran. Þórður, Makk. Það þurfum að tala betur saman. Þórður er hérna aðleitt, getur snúið. Mattias, góða sending og svo, það var vel hugsað á Mattias. Hilmar vinnur boltan. Vestramenn og okkur góð tök á leiknum núna. Fall. Andi Bjú setur á langan hérna út af. Fall í tæklingu, það nú í boltan en óþarlega mikið í mannin í leiðinni. Þetta er brot. Við spilum úr þessu. Fjarðabyggð er búið að jafna móti Gróttu, það eru stór tíðindi. Stojkovic er búinn að jafna á 54. mínútu fyrir Fjarðabyggð. Og það þýðir bara það að þau úrslit eru Vestri komið í annað sæti í deildinni, stíga undan Gróttu. Það eru stór tíðindi. Fall boltan. Missir hann. Þróttar að reyna að byggja upp. Gott spil Þrótti. Sendur hann aðeins bakkur þeirra af kantinum. Kemur sendingu fyrir. Daði grípur þetta. Slög sending allt á einu lega. Langur bolti frá Daða. James Mack. Þetta Pétur. Hvað gerir Pétur? Kominn 1 á 1 hérna. Kemur aðstoð. Pétur kemur hann á Mack. Mack á Pétur. Pétur missir hann. Klaufalega gert þegar Mattias með boltan. Svo var hann aðleitnir á miðunni. Mattias, gott spil á Vestramönnum. Mattias, hann las þetta Mattias alveg. Mattias var ekki ánægður með þetta. Mattias. Kemur svona langur bolti. Nei, þetta er ekki einhverja langa tíma. Já, Pétur kemur hérna. Nei, er ekki til boltans. Þróttar að setja hann háan upp. Soran, boltinn er áfram með leik. Batu, boltan. Gerir þetta vel. Soran. Leikur á 1. Og þá brot. Þetta er eitt nóð hana en Soran gerir þetta ágætlega. Það var aukaspyrna hjá Vestra. Það var nú gaman að fá eitthvað. Kemur eitthvað úr öllum þessum aukaspyrnum sem við erum að fá. Koma svo.
Kemur Soran. Soran. Beint á fyrsta mann. Það er Þróttar að koma frá, ekki langt. Soran vinnur hann aftur. Reynir að koma hann yfir og fá innkast. Þórður fær boltan, missir hann. Þróttaramenn fara hægt. Það eru allir á hausnum. Völlurinn eitthvað laus í sér eða sennilega þessi skór eitthvað. Það var að skafenda skónum. Mattias með innkast, enn eitt innkastið. Daniel Batu. Soran. Hammed gerir vel. Hammed er með boltan. Hann er enginn. Þróttarar vinna boltan. Þeir eru fjöruðu slagir að breyka á okkur. Þannig að langa bolt úr kantinn. Hammed er með þetta. Heldur boltanum. Fær innkast. Þetta er svona, fekk innkast í staðinn fyrir að dæma brot ákvörðun hjá dómaranum. Nei, hann dæmi brot. Sannlega rétt. Andi Pjú og langa bolta. Pétur nær ekki að nikka þessu. Daniel Batu vinnur boltan. Og reynir hælsendingu á Fall sem heppnast ekki vinnur boltan aftur. Og Hammed kom þessu nú tilbaka. Soran reyna stuttspil, tekst ekki. Vinna boltan strax aftur Vestramenn. Þeir eru duglegir þegar missa boltan. Þeir eiga það. Andi Hammed A-leit hérna kannan þeir fara nú að stað bara. Það verður einhver að koma. Það kemur Fall. Þeir vilja fá eitthvað inn á miðjuna með þeim. Soran A-leit. Látti vaða núna. Sendur á Þórð. Sendingar rataði ekki alveg á Þórð. Það var skemmtileg hugsun. Þarna er enginn að láta Mattias vita, hann vantar allan talanda hérna. Mattias fær á sig pressuna með langu bolti. Elmar allir eftir þetta, sending fyrir. Þarna var bara færi. Hálffæri, það fekk erfiðan bolta þarna en þetta er óþarfi að tala ekki við Mattias en að missa boltan hérna. Mattias kannski full værukær en auðvitað á að öskra á hann. Við Garðið er komið yfir á móti Hetti og, nei á móti Kára og Höttur er komið 2-0 yfir á móti Völsungi á útivelli. Höttur ætlar aldeilis að bjarga sér, að reyna að vera með, bjarga sér frá falli, þeir eru í bullandi fallbaráttu. Batu, Þórður, Batu aftur. Kemur Pétur upp á kantinn. Pétur missir að klaufulega gert í Pétri. Bara halda áfram. Þróttarar stutt útspark. Það sem aðeins hægjast á þessu, það hægjast eiginlega bara alltaf leiknum. Það Þróttarar með boltan, það er eins og þeir séu ekkert
Ekkert fyrir að keyra upp tempóð alltaf þó þau séu undir. Það er hann með dæmda, hann dæmd brott á sig. Neða, hann fær aukaspyrnu. Þeir leita mikið þannig upp á hægri kantinn. Þróttarar leita mikið á hann Jordan Chase Taylor, eldfljótur en Hammed hefur nú náð að halda honum alveg í skefjum í dag. Kemur langur bolti, Hammed að niður rétt á liðinu bolti, Elmar bjargar þessu. Þróttarar spila sig út úr þessu, vel gert. Bakkurinn hann kominn aðleitt. Konum með yfirtölandi kemur langur bolti fjær. Inn í aftur. James Mack bjargar. Hvar er skot? Hörku skot frá Þrótti. Það er eins og Þórður og Fall verða að skila sér náttúrulega tilbaka ef að mennirnir eru konir svona framalega eins og bakverðinir sko. Það er virðast verið að taka alla seinni bolta sem dett út úr teig hjá okkur Þróttarar sem við sköllum frá. Þetta er langt frá því að vera búið hjá Vestra. Þeir eru verið að klára þennan leik með sæmd. Svoran. Stjórnan, Daniel Batu tekur á hann boltan. Missar hann aftur. Þeir eru voðalega mikið eitthvað svona kaos. Come on! Motion, shot! Lift up! Nú leita Þróttarar hérna upp vestra megin og Svoran kemst fyrir sendingunum. Þetta var slög sending. James Mack. Pétur kemur upp. Komið tvítekning á hann leið. Reynir að senda fyrir í fyrsta. Það er vel hugsað. Mattias er ekkert að flýta sér að taka þetta innkast. Kemur langur bolti. Andi er ennþá úti bara. Kemur stuttur sem þá, svo er hann hérna. Nei, kemur langur, Pétur. Tekur hann bara niður. Hár skrýtnum bolti inn í Fall í baráttunni. Fall er ennum boltan inn í teig. Þarf að fara út úr teignum. Hammed tekur boltan. Kemur væntanlega með hann. Háan, Pétur. Markmaður grípur hann örugglega. Neglir þessu fram, hér er maður aðleitt úti. Hann er rangstæður. Óttalega klaufalegt að vera dæmdur rangstæður í svona stöðu. Hlýtur að vera frekar pirraður yfir þessu. Mattias, hárbolti, Pétur, það er ekki verið í þetta, Þórður fer svona hálf í þetta, þessi bolti fyrir út að það er meira ákefð í þetta. Mattias, hann hlýtur nú að fara að vera þreyttur í höndunum Mattias eftir allir þessi innkast hérna í seinna hálfleik. Það er bara að kasta boltanum meira en að sparka honum. Langur bolti, Pétur tekur þetta niður, reynir að taka þetta niður. Þetta er full erfitt. Við erum ekki bara að reyna að fá þetta í fótinn bara á Mattias tilbaka og reyna að spila úr þessu. Það gerur hann núna, svo hann tekur boltan niður, missir hann, vinnur hann aftur, vel gert að svo hann dæmdi brotlegur. Sennilega smá peysutóðan, ég held að þetta sé rétt að dómarann. Bara halda áfram. Það er ekkert að deyru dómarann, hann er búinn að flauta í flautunum sko. Mattias lítur eiga þennan bolta. Neglir þessu fram. Þórður tæpur að ná þessu bolta. James Mack pressar. Þetta vantar hjálpina.
Þórður heldur henni áfram. Ok, og bara uppstilling. Vandræðum, Þróttarar í vandræðum, komast ekki dáleiðist og gefa hann bara tilbaka. Ekki mikið hreyfing, boltalausum mönnum í appelsínum gulum. Löng sending, Matthías örugglega með þetta, sparkar þessu beint upp í lofti að vísu. Þetta bara, hvað að gerast núna? Andi, Batu, já ok, það fram, Þórður tattar niður, vel gert Þórður. James Bakki var að fleyjuferð. Leikur á hann. Þórður, Hei, Sverri! Settu boltan að maður! Þetta hefði getað verið eitthvað en í Þróttarar halda boltanum. Vestramenn eru núna að detta svona frekar tilbaka varnarlega. Þróttarar hafa engin svör geta átt við því í dag. Þetta er orðið svolítið svona svolítið leikusumar hjá okkur hérna á Ólafsvellinum. Við höfum varist, eftir að við höfum varist verulega vel hérna heima, sérstaklega eftir að við komast yfir og lokað öllum svæðum. Þróttarar eftir. Það var sennilega aukaspyrna en það leikurinn heldur áfram bara, það er ekki hægt að gera því. Núna 50-50. Hey, come on! Vestramenn dottnir verulega tilbaka núna. Þetta er að verja sín svæði, kemur langur bolti, Fjórn inn, hörru, bullandi færi hérna. Og góð tækling hérna hjá, sá ekki hvort það var Hammed eða Daniel Batu. Og glæsileg tækling, rendi sér hérna í boltan. Hvað segir þið? Var þetta auðvitað? Ég sá ekki. Ég held það. Hvað var þetta? Pétur, það er ekki á James Bakk. Og kemur hárbolti inn á Fall, hótnið Fall nær þessum bolta. Fall 1 og 2 sendi fyrir. Þessi bolti er ekki nógu góður. Við erum samt ekki nógu ákveðnir í að ná þessum seinni boltum. Vantar aðeins grettu á hana fram á við. Kemur langur bolti, skot eða eitthvað. Ég er ekki alveg klárað hvað þetta var. Sannlega misjöfni sending, hann ætlaði að setja þetta langan upp á hornið hægra og leita mikið þangað. Það er ekki að flýta sér. Hey! Soran! Come on, positive! Keep going! Flýta aðeins alveg með langa bolta. Reynir að finna Pétur. Já. Pétur fer upp í þennan bolta, stígur einn mann. Þórður vinnur boltan. Góð sending að Þórði. Fall, döðafæri. Þetta grínast í mér. Fall. Algjört dauðafæri að Fall hérna. Næri ekki að koma boltanum fram hjá markmannum. Glæsilega sending að Þórði hann inn á hann. Þetta er ekki gert út þetta sko. Hér er það komið spjald fyrir Kjaft. Leikmann númer 9 hjá Þróttum. Ragnar Þór Gunnarsson. Þetta var algjört dauðafæri hérna hjá Fall. Vel varið. Hei, dómari! Láttu þetta rúlla! Þórður, Pétur, Þórður, það er hornspyrna. Tindastóll komið yfir á móti Huginn. Huginn var fallið fyrir leikin, Tindastóll í bullandi fallbaráttu. En ekki skipta inn í hornu, ekki verið næstum fyrir út. Afturöldi komið 2-0
og Kári búið jafna 2-2. Afturlending virðist vera að sigla sínum leikum. Það er ennþá staðan 1-1 með Fjarðabyggð Gróttu sem eru mjög góð úrslit fyrir Vestra ef að leikurinn fer eins og hann eða umferðin fer núna. Þá er Vestri að skella sér í annarsæti deildarinnar sem dugar náttúrulega fyrir þá dugar þeim að vinna síðasta leikina móti Kára. Vel gert að Soran vinnur boltan. Duglegur. Með langur bolti. Tveir menn eldan Elmar setur þetta baka. Þróttar að menna það er ennþá smá líf í þeim. James Mack, vel gert fall. Koma svo. Kemur sendingu James Mack, góð sending. Mack nærður sem bolta. Nei, missir hann út af. Klaufalega gert til Mack. Og skipting á Þrótturum. Leikmann nr. 11. Elvar Freyr Arnþórsson er að koma inn á. Kemur sér hérna á vinstri kantinn. Út af fyrir leikmann er Örn Rúnar Magnússon. Hörru, James nær ekki sem bolta. Vel gert, Þrótturum. Jordan á flegi ferri kantinn. Rennur og þeir renna báðir. Andi vinnur hann að bolta. Andi, hvað er í gangi þarna? Þeir eru ekki bara... Þessi bolti siglir aftur fyrir endamörk og Vestri á útspark. Markspyrnu, þá er fyrsta skipting hjá Vestramönnum. Daniel Agnar Áskísson er að koma inn á og hann kemur inn á fyrir James Mack. James Mack búinn að vera í ferðalögum, var að keppa fyrir landslið sitt í Ameríkubikarnum, undankeppni þar. Og Daniel Agnar kemur inn á. Hann kemur sennilega bara inn í þessa miðjustöðu sem James hefur verið að spila. James Mack er búinn að spila frekar aftar núna. Daði með útspark. Þetta siglir beint í innkast bara fyrir engin upp í þennan bolta. Fall. Já, góð sending. Þórður leikur á. Og enginn kemur í hjálpina að senda tilbaka á Daniel Badu. Soran, Elmar. Daniel reyna að flikka honum yfir á Pétur. Tekst ekki. Þróttarar gera vel. Og það leikur hérna vel gert. Þarna held ég að hafa nú verið fall að fá spjald fyrir tæklingu. Þróttarar aukaspyrnu á miðjum. Já, þessi við vellinum.
Stórhættur bolti, það enginn að dekka þarna, hann kiksar boltan af þessu, Soran, Fall, enginn að hjálpa Fall. Hann setur hann út af Þróttari innkast. Fá smá kraft í þetta hjá Vestramönnum núna hérna síðustu 10 mínútur. Svona 36 mínútur á klukkuna, Vestramönnum 1-0 yfir. Daniel Agnar kemst fyrir boltan, Fall í baráttu, vinnur boltan, vel gert hjá Fall. Hann missir boltan, Stórhættur minnsta. Burt með þetta, já, Soran setur hann langan, nú fara Vestramenn vonandi út úr þessum pakka. Hægt og rólega, þetta óþarlega langt eftir og óþarlega að gefa ykkur færi á sér. Maður reyna að setja þetta annað mark, bara að klára þetta. Þróttar hann boltan Vestri hefur lyft Þrótti að vera mikið með boltan hérna í seinni hálfleik. Allt annað heldur en í fyrri hálfleik sem að Þróttar að sá boltan kannski ekkert mikið. Þórður vinnur boltan, Soran og Daniel Agnar, Þórður, gott spil hjá Vestra, Daniel talar við hann, Batu með boltan, Mattias, ekki með langa bolta, Daniel Agnar eldir þetta. Aðeins og sitt Daniel hérna. Soran vinnur boltan, gerir þetta vel. Þórður, Mattias. Gert hjá Mattiasi, nú var engin hreyfing þarna snýr illa hérna í grassinu, leikmaður Þróttar ekkert nesk. Heldur fyrir lítur aldrei sérstaklega vel út að menn detta svona í engu kontakti. Eitthvað hart í hnénu. Við bíðum bara að sjá hvað hann ætlar að reyna að fara á fætur. Það lítur ekkert sérstaklega hann ætlar að staðan á fætur. Afturhalding komið 3-0, búin að klára þann leik. Þannig að þeir eru svo gott sem komnir upp í innkastadildina. Við skulum sjá hvernig. Það þarf allavega mikið að breytast. Andi Pjú, leikurinn komin í gang, kemur langan bolta upp í hornið, Fall eldir þetta. Daniel Agnar, komin Pétur, mark! Þvílíkt, glæsilegt spil. Daniel Agnar, glæsilega sendingu þarna, komin í gott færi sjálfur. Pétur skallar þetta 2-0. Þetta er glæsilegt, 5 mínútur eftir. Þetta er einmitt það sem við þurftum. Sennilega langt komnir með að klára hana leik, Vestramenn. Káramenn eru konir yfir. Móti Víði. Og Völsungar eru búin að jafna á móti Hetti sem er alls ekki góð úrslit fyrir Hött.
það sem Tindastóll að vinna. Vísi leikni Fáskrúðs að tapa, þannig að sú barátta í botninum heldur áfram. Þá kallar Bjarni á Haffa. Haffi þarf að fara að gera sig klaran. Þróttar að setja hann að bolta bara beint út af. Já, hann ennþá að kvenka sér þessi sem sneri sig áðan. Tindastóll að gera. Þá að koma skipting á tvöfald skipting á Þrótturum. Að koma inn á leikmann nr. 22 Brynjar Sigþórsson og leikmann nr. 3 Gylfi Gestsson. Að koma út af leikmann nr. 13 Kían Viðarsson. Leikurinn farin af stað, leikmaður nr. 8. Já, það fyrirliðinn Brynjar Kristmundsson sem kom út að líka. Hann sneri sig að nýtla á hann og kveikka sig mikið í hnénu. Gaman ef ykkur fróðið maður getur sagt með það. Kemur hérna maður inn á sem heitir Gylfi Gestsson í vinstri bakvörð. Þetta nú það nálægt Keflavík. Það spurning hvort að hann sé sonur hins leikmanns Keflavíkur til margar ára. Gestur Gylfason. En þetta eru stór úrslit núna ef að það eru Pétur komin í gegn. Reynar að koma hann fyrir en það tekst ekki þessi bolti fann í horn. Ef að leikjum fara svona Grótta ætlar að tappa stígi fyrir vestan þá Vestri bara komið í þannig stuð að þeir þurfa að treysta bara á sjálfan sig og engan annan með sigri í síðustu umferð. Þá komið skipting hjá Vestra. Hafþór Atli Agnarsson að koma inn á fyrir Þórð Gunnar Hafþórsson. Þeir eru ekki feðgar, svo það sé alveg á hreinu. Þetta finnst mér Þórður búinn að vera fínn í dag, hættulegur, átti gott færi fyrra hálfleik, duglegur og ekki kemur síður duglegur maður inn á. Hafþór Atli baráttu í axl. Hafþór Atli ellir boltann eftir horn og það önnur. Dómararnir séu ekki alveg klára með þetta. Mér sittist markmaðurinn kýla boltan hann að Hafþór lét hann fara en línuvörðurinn hefur ekki, það er ekki sem að sinnis. Hafþór og bara beint í stöðun hans. Þórðar svona framalega. Langur bolti. Haffi vinnur hennar bolta, Pétur eldir þetta. Vinnur boltan glæsilega gert hjá Péturi. Eldfljótur sendi fyrir. Fall, tekur boltan niður. Þetta er færi. Yes! Það þarf ekki alltaf að lúðra þessu markið. Það hefur verið hægt að setja þennan bara innanfótar í hornið. En þessi fór hátt yfir og framhjá líka. Aftureldi komið í 4. Bullandi stuð þar á aftureldi kominum. Ég að gera sig klára fyrir Vestra Friðrik Hjaldarsson. Langur bolti frá Matta. Haffi fær hann í baki, Pétur vinnur hann. Vel gert hjá Pétri. Leikur á einn hérna, sendur tilbaka á
Matti og Elmar langan bolta, Hafþór tekur Daniel Batu, þetta vel spilað í Vestramönnum. Soran tapar boltanum, brýtur á sér. Þetta vel gert hjá Soran. Það spjald fyrir þetta og svona hélt hann kemist upp með þetta en þetta spjald. Ég held að það sé nú algjör óþarfi hjá Bjarna að æsa sig yfir þessu eina broti og þessu eina spjaldi. Bjarni fær spjald fyrir það. Þetta var púra brot hjá Soran og ekki þetta að vera kvart eitthvað yfir því. Hvað það heldur að vera að fá spjald út af því? Nei, Grótta að komast yfir. Gróttumenn að skora úr víti á 89. mínútu fyrir austan. Þetta ekki gott. Jæja. Gróttumenn virðast það eru konir yfir fyrir austan. Að skora núna á 89. mínútu víti. Það eru alls ekki góð úrslit fyrir Vestra í baráttunni. Hér skipting. Friðrik Þórir Hjaltasonar að koma inn á fyrir Elmar. Elmar réttir Matta Króknes fyrirliðabandið. Elmar alltaf traustur. Stendur fyrir sínu. Hér eru konar 45 mínútur á klukkuna. Þetta eru bara síðustu mínúturnar sem að núna Vestri virðist að sigla heim nokkuð þægilegum sigri og er búin að töluvert betra aðalinn í leiknum. Og þetta leit mjög vel út framan af. Höttur að komast yfir á móti Völsungi á útivelli. Hattamenn, eins og ég segi, eru að fá víti og skorur henni á 93. mínútu. Það hjálpar þeim náttúrulega. Þarna Soran að fá seinna gula spjaldið sitt. Hann að fá rautt spjald. Alveg þetta klaufalegt. Soran að vera að láta reka sig út. Hann að fá 2 gul spjöld hérna á stuttum tíma. Bara nánast á uppbóta tíma og fer náttúrulega í bann í síðasta leiknum. Þegar við þurfum virkilega á honum að halda. Þetta náttúrulega algjör óþarfi hjá Soran. Já, við máttum alla við þessu í síðasta leiknum. Soran búinn að vera ótrúlega trausturinn á miðjunni fyrir okkar menn. Þeir eru Vestra í sumar. En við eigum góða menninni. Svo verða þá bara að stíga upp. Hafþór og Daniel Agnar taka þessa stöðu. Viktor hann orðinn heill. Kári klárar Víði 2-3. Höttur klárar Völsung 2-3. Þetta staðfest úrslit. Þróttur Vogum með boltan hér. Síðustu mínútum í þessum leik. Eins og við öðrum í þessari deild. Við bíðum spenntir eftir því að hvort að Fjarðabyggð náði nokkuð að setja þetta leikni Fásku sem setur eitt svona uppbótarmark í 4-1 tapi þá á móti Aftureldingu. Það ekki að breyta neinum úrslitin þar. Hafþór, Matti, Haffi spila vel úr þessu. Daniel Batu. Vestramenn einu færri núna, Soran var rekinn út af hann annars setna gula spjaldið sitt. Ég held að þetta sé bara já, það flautað til leiksloka. Vestramenn vinna hér 2-0 sigur og halda sér ennþá í baráttunni það að komast í innkassadeildina. Voru
Hann skrefin nær núna fyrir stuttu síðan nema þegar Grótta var 1-1 en þeir eru sannlega klára leikinn fyrir austan. Það þá ennþá spurning, þurfa Grótta Afturelding þurfa að tapa stigum í síðustu umferðinni, annarkvort þeirra til og Vestri að vinna til þessu. En draumurinn allavega ekki búið úti. En við þökkum fyrir okkur. Takk fyrir. Ætti ekki bara á gervigrasi. Anna, þú er búin að brjóta reglum einu sinni og þá festur þú hausinn.